Já, góðir áhorfendur og velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi. Við höldum áfram að kalla fólk hér til þess að glöggva okkur á ástandinu og kannski velta fyrir okkur viðbrögðum við því, viðbrögðum verkalýðshreyfingarinnar og almannasamtaka. En svona til þess að draga inn alvöru sjúkdómsins að þá hef ég fengið hingað að Rauðaborðinu Védísi Guðjónsdóttur sem er með COVID-19 veikina en er að jafna sig. Velkomin, Védís. Takk fyrir. Ástæðan fyrir að ég vildi fá þig hingað er að bara að segja okkur sem að við ekki þekkjum hvers konar pest þetta er og svo kannski hvernig maður glímir við það að vera veikur heima hjá sér, að passa upp á það að smita ekki þá sem maður elskar mest. En hvernig, ef þú byrjar á því bara að segja okkur, hvernig er þetta vond pest? Já, ég mæli ekki með þessari pest. Hún er mjög vond. Í mínu tilfelli þá fékk ég mjög háan hita og mikinn höfuðverk í 4-5 daga og lá eiginlega bara alveg bakk. Gat hvorki hugsað eða hlustað á neitt eða horft á neitt eða talað við neitt. Og það var bara borið í mig vökvi eiginlega, af því að ég gat ekki borðað neitt heldur. Síðan tókum við nokkri dagar sem voru svona hitinn rokkandi upp og niður, höfuðverkurinn fór að láta undan síga. En þá missti ég lyktarskynið, alfarið og bragðskynið að stórum hluta. Og síðan hefur þetta svona verið hægt og rólega á uppleið eftir það. En eftir því sem að ég lesi mér til að þá eru einkennin mjög fjölbreytt í rauninni. Sumir fá gríðarlega beinverki og vöðvaverki, sumir fá uppköst og niðurgang. Þannig að það er ansi margt í þessari veiru. Hún virðist ekki alveg vera búin að ákveða hvað hún ætlar að verða þegar hún verður stór, sko. Hvernig vissur þú værir smituð, byrjum bara þar? Já, ég veiktist mjög snöggt. Ég byrjaði reyndar aðeins að hósta og 2-3 dögum síðar þá bara gaus upp og ég fann bara hvernig hitinn gaus upp í mér bara vel yfir 39 stig bara á hálftíma eða svo. Og ég er að vinna í grunnskóla og þar voru komin upp staðfest smitt og þar sem ég er nú svona í niðri hringiðinni af starfsfólki og nemendum, að þá fannst mér ekki ólíklegt að þetta gæti verið COVID, sko. Þannig að þú hringdi fyrir? Ég hringdi og fékk tíma í sýnatöku. Og fórst í það eitthvað niður á Borgarspítalega? Nei, ég fékk tíma á bílaplaninu fyrir utan heilsugæslustöðina mína klukkan 3 og mætti þar og það komu fleiri bílar þar sem fólk satt kyrfilega inn í bílum og svo mætti fólk út í hálfgerðum geimbúningum og gekk á bílaröðina og tók sýnið. Og svo fór ég bara heim. Já, og fyrst að vita það hvenær að þú væri smituð? Já, svo hringdi mig daginn eftir frá Landspítalanum, læknir, sem tilkynnti mér að ég væri smituð og væri þarlegandi komin í 2 vikna einangrun. Og allir heimilismeðlimir sem ég hafði náttúrulega umgengist voru komnir í 2 vikna sóttkví og það þurfti náttúrulega að rekja fólk sem ég hafði hitt þarna dagana á undan og það fólk fór allt í sóttkví og já, og svo hringdi í mig sko daglega framan af meðan ég var sem mest lasin frá Landspítalann og tekkaði á mér og svo hefur verið hringt í mig það fyrir annan hver dag síðan eftir að ég fór svona rétt á kútnum aðeins. Já, þannig að þetta hefur verið svona fjarhjúkrun sem að þú hefur notið. Ég fékk reyndar uppgefið símanúmer bara á fyrstu dögunum sem ég skrifaði niður hjá mér sem var eiginlega bein lína inn á Landspítalann ef ég lenti í einhverjum alvarlegum hremmingum að þá gat ég hringt beint og náð beinu sambandi við lækni í staðan fyrir að fara í gegnum þetta neyðanúmer sem er hringir og svarar ekki nema á hálftíma fresti eða eitthvað því að svo mikið ásókn. En heimilið þitt, það var sem sagt í sóttkví og svo eitt herbergi í einangrun og það var þitt herbergi. Já. Þannig að þú búin að vera inn í sama herberginu í 2 vikur? Já,
maðurinn minn er að ná sér eftir alvarleg veikindi í vetur, þannig að bara leið og ég byrjaði að hósta þá flutti hann sig inn í herbergi dóttur okkar sem í námi í útlöndum og þannig að við erum búin að vera eiginlega í hálfgerðri sóttkví frá hvoru öðru örugglega frá því sko svona 2-3 dögum áður en að ég veiktist alvarlega. Og sonur minn yngri sem að býr hér á heimilinu er sem sagt í sóttkví líka. Hann er reyndar í framhaldsskóla og þarf ekki að mæta í skólann nema á netinu. Og svo er eldri sonur minn, hann var að koma frá útlöndum, vikudvöl í útlöndum akkurat þennan dag sem ég veiktist, þannig að hann er búinn að vera á flakki milli vina og ættingja í 2 vikur til þess að þurfi ekki að fara í sóttkví, geta haldið áfram að vinna og en án þess að koma neitt hér heim, svo hann smitist ekkert. Hvernig virkar það að vera í einangrun inni á eigin heimili? Þú mátt þá ekki raunverulega, þú getur smitað manniðinn sem að má ekki við því. Já. Og þið með ekki hittast, og þú mátt bara vera inn í herberginu, hann kemur með matinn í gegnum lúgu eða hvað? Það liggur við, það er kollur hérna fyrir framan dyrnar hjá mér sem að matur er lagður á og svo opna ég rifu og gríp til mín. Þetta er svolítið eins og tekið út einhver súrrealískri bíómynd sko. Og ég er bara hér inni, ég er reyndar með sjónvarp og tölvu og síma og svo bara þegar ég á klósetti sem er hér við hliðina og ég er með spritbrúsa með mér og tusku og ég spritta allt sem ég hugsanlega kem við á leið minni hérna út úr herberginu og aftur inn í það til þess að reyna að tryggja það að það smittist engin annar á heimilinu. Þannig ef þetta er hryllingsmynda þá ert þú eiginlega svona the alien. Það þú sem ert ég er óvætturinn í þessari sögu. Og hvernig er það að vera að reyna að fyrirbyggja það að veikja mannin sinn af lífshættulegum sjúkdómi? Já, maður bara gerir það sem gera þarf. Það er bara svolítið þannig. Maður, ég var náttúrulega mjög veik fyrstu dagina þannig að það skipti mér svo sem engu máli hvort að ég hitti einhvern eða ekki. Hvort þeir gat ekkert, svo eigum við bara samskipti eftir það við hringjumst á, við saman í síma og allra síðustu dagana þá hefur við svona, ef ég hef farið niður í eldhús að sækja mér vatn og hann er niðri að þá hefur við svona haldið góðum 4 metra millibil á milli okkar og talað svona saman þvert yfir salinn eins og maður segir. En eins og ég segi, maður bara bítur á jaxlinn, þetta er náttúrulega hundleiðilegt. Og ég viðurkenni það á köflum er ég alveg að verða vitlaus á að hanga hérna inni en maður bara, eins og ég segi, maður bara gerir það sem gera þarf í rauninni. En þegar þú varst hvað veikust, þetta er ekki að ringja bara og segja að þið verður bara að leggja mig inn, ég held ég segja þetta. Nei, það hvarflaði aldrei að mér. Ég var bara lasin og bara, maður svona einhvern veginn var bara að þrauka einhvern veginn. Það er engin skynsamleg hugsun sem að kemst að í rauninni þegar maður er svona mikið veikur, sko. Þá liggur maður bara einhvers staðar, sko, eins og slitti. En maðurinn og börnin kom ekki til greina að þau færu bara á hótel, það er nóg af tómum hótelum út allan bæ. Þetta er svolítið mikið álag að búa undir þessum aðstæðum, mér velta verið gott að sé eitthvað svona leið til þess að gera fólki þetta bara léttara. Já, það væri það alveg örugglega, en eins og ég segi, það náttúrulega, það bauðst ekki og það kostar peninga að leigja hótelherbergi út í bæ og það, eins og segi, við hefðum sennilega þá reynt að leysa það með því að þeir hefðu þá frekar farið til einhverja vina og ættingja, sko, eitthvað tímabundið. Frekar en en svo eru þeir náttúrulega í þeirri stöðu að þeir eru sjálfur í sóttkví, þeir mega sjálfur ekki í rauninni fara neitt eða vera neins þar innan fólk af því að þeir voru búin að umgangast mig dagann áður en ég veiktist. Þannig að þá kannski alveg eins gott að bara, við erum svo sem búum ágætlega, við erum ekki í mjög þröngu húsnæði, þannig að þetta sleppur svona fyrir horni, sem maður segir. En það gæti verið vandamáli á þeim sem búa svo þröngt að það er ekki hægt að halda 4 metra fjarlægð við eldhúsið. Ég held að það sé mikið vandamál, eins að ég var að spyrjast nú fyrir þegar það hringdi í mig hjúkrunarfræðingur í morguninn mitt og hún var að spyrja hvernig þetta hefði gengið með þá í sóttkvínu og ég sagði eins og var að þeir hafa ekkert veikst sem betur fer, hafa ekki fundið fyrir neinu hvorugur þeirra. Og þá sagði hann mér að það væri nú bara frekar óvenjulegt þegar staðan er svona að einn aðili er í einangrun og aðrir eru á heimilinu í sóttkví, að þá er yfirleitt bara fólk með þannig húsnæði að það bara gengur ekki almennilega upp, sko. Þannig að einhver veikist á heimilinu umfram
þann sem í einangrun. Og þú hvað áttu mikið eftir í herbygginu? Já, mér skilst að ég fái, ef allt gengur á óskum, svona lækna útskriftar símtal á fimmtudaginn og og eftir það símtal verði ég laus allra mála. Og hvað ætlarðu að gera þá? Nú fara að vinna náttúrulega. Ég reyndar en alltaf að fara í páskafrí. Þannig að það verður 1 dagur í vinnu og svo páskafrí. En ég hugsi ég fari mjög langa göngutúra líka, bara úti. Ég alveg orðin viðþolslaus að komast út úr húsi, sko. Herðu, en ég ætla að bjóða hérna inn í rauðaborðinu 2 verkalýðsforkólfa eins og það var kallað þegar ég var barn. Það er Ragnar Þór Ingólfsson sem er formaður VR og Finnbogi formaður verkalýðsfélags Vestfirðinga, er það ekki rétt hjá mér? Heitir það? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það sem að mér langaði að ræða við ykkur er allt annað mál, að þið megið svo sem tjá ykkur þetta, hvort að stjórnvöld beiti sér nógu mikið í því raunverulega að mæta því fólki sem að kannski verður harðast úti og verður fyrir mestu röskun út af sjúkdómnum og smithættunum og öðru slíku. Ég veit ekki hvort að verkalýðshreyfingin hafi verið að meta það, hvernig aðstæður fólk býr við sem að kannski helst að glíma við þetta. Hafið þið velt í fyrir ykkur hvort að aðgerðir stjórnarinnar, það var gagnrýnt hérna í þættinum daginn að þegar aðgerðir ríkisstjórnar voru kynntar að þá var ekki kynnt nein viðbrögð við því að til dæmis Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálpin voru að loka sínu, þannig að fólk sem var háð matargjöfum þar, það var engin svona aðgerð það að senda matinn heim til þess fólks. Þannig að það getur verið þannig að stjórnvöld séu svo upptekin af svona stóru myndinni að þau gleyma kannski þeim sem að þurfa á matargjöfum að halda, þeim sem að búa mjög þröngt en þurfa að vera bæði í einangrun og í sóttkví, kannski á sömu 60 fermetranum. Hafið þið náð að vera að skoða málinni í svona, hvað þú segja, díteilum? Já, við fáum í sjálfu sér mjög mikið inn að borð til okkar af nánast öllu sem miður fer í okkar samfélagi líka. Við höfum verið í ágætis sambandi við PEP til dæmis, þá er bæði VR og Efling, styrkt þau samtök myndarlega sem að hafa síðan verið að koma stuðningi til þeirra sem að höllustu fæti standa. En auðvitað þarf að gera miklu betur og ríkisstjórnin hefði náttúrulega átt að taka kannski mun stærri skref til að sinna þessum hópum. Þar er neyðin sannarlega mest. Ég gagnrýndi aðgerðapakkann, hann væri alltof atvinnulífsmiðaður. Það hefði þurft að taka meira tillit til fólksins. Eins og í Danmörku þá í sjálfu sér sett skilyrði að fyrirtæki segi ekki upp starfsfólki fái það ríkisstuðning af einhverju tagi, sérstaklega eins og snýr af svipaðri leið þar sem að danska ríkið borgar alltaf 75% af launum fólks upp á ákveðnu marki, að við hefðum mátt að setja skilyrði líka varðandi allan ríkisstuðning við sjáum til dæmis varðandi Bláa lónið sem hefur verið að greiða milljarða í arð, að slíkur stuðningur þó tímabundið sé hans sé skilyrtur, hans sé endurgreiddur að fullu og eitthvað slíkt. En eins og ég segi, þetta eru fordæmalausar aðstæður og það sá aðgerðapakki sem nú þegar hefur komið fram, að það hefur þurft að fara í heilmikla vinnu við að stoppa í alls kyns göt. Bæði varðandi hlutastarfsfólk, það komið ljós að Vinnumálastofnun túlkaði þá sem voru 66 ára eða 70 ára eldri gátu ekki farið á hlutatvinnuleysisbætur þó þau væru fullir í vinnu og sömuleiðis var ágreiningur eða misjafn skilningur á því hvort að þeir sem voru byrjaðir á hlutatökulífeyri, 66 ára eldri og voru í fullu starfi, hvort að þær lífeyrisgreiðslur væru að skerða á einhvern hátt þessar hlutatvinnuleysisbætur. Þetta er endalaust af málum sem verið að reyna að stoppa í, en ég get tekið undir alla þá gagnrýni sem hefur komið hér fram. Herðu, Finnbogi, það sem að mér langaði að ræða við þig og Ragnar og reyndar Védísi líka, var svona pólitískt hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. Drífa
Snædal var hérna hjá mér og hún sagði að á þessum tíma, sem er mjög sérstakur og fordæmalaus, eins og allir segja, þá væri það eiginlega hlutverk sko, verkalýðshreyfingarinnar að taka að sér að vera stjórnarandstaða. Já, ég er bara alveg hjartanlega sammála því. Við þurfum að gera það, því að það er alveg klárt að verkalýðshreyfingin sem afl í landinu, hún þarf að beita sér og geta verið með puttan á púlsunum þar sem að þeirra er þörf. Ég er ekkert bara að tala alþýðusambandið, þó að við séum yfirleitt svo verkalýðshreyfing sem er bent á þegar það er verið að tala að verkalýðshreyfingin þurfa að koma á borðinu. Ég er að tala bara breið fylkingu. Við erum náttúrulega með fleiri sterk samtök eins og BSRB, BHM og fleiri. Og eins og Védís var nú þarna involverið í SFR sem eru samhengi í dag. Þetta eru sameiginleg svona gæslumál og réttargæslumál okkar. Við horfum á pólitíkin í dag sem ekkert endilega að velta fyrir sér sko vinnuréttar aðstæðum fólks og hvernig það kemur út úr þessu. Og þetta sést best á þessum, eins og Ragnar nefnir, þessum heimildum sem verið að gefa. Sjáu þið til dæmis heimildir, undanþágu heimildir sem við erum að horfa og við erum í matvælaleiðinni. Þetta kemur mikið inn á borð til okkar hérna fyrir vestan að hvernig verið að taka á þessum málum. Undanþágur út af COVID áttu þá? Já, út af COVID til dæmis bara. Já, og hvernig virkar það? Ég meina að þú færð uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem eiga að vera mjög ströng til þess að tefja að það verði smitt. Það máttu vera með alltaf 20 manna hópa í vinnu, í matvælavinnslu. Þetta er náttúrulega áhætta fyrir starfsfólkið. Bara sama eins og við horfum á sambarlegt í verslunum, og Ragnar hefur nú verið að benda á það líka, að þetta er framlínu fólkið okkar í verkalýðsfélögunum sem ekki verið að hugsa eins mikið eins og að verja bara efnahag fyrirtækja. Ef að starfsfólki verður veikt, ef að starfsfólki getur ekki sinnt þessum störfum, þá engin rekstur hjá þessum fyrirtækjum. Menn verða náttúrulega að átta sig á því. Fólkið það sem drífur þessi fyrirtæki áfram. En af hverju er þetta svona? Fyrirtæki er ekki til bara fyrir fólki, sko. Fólkið er að búa til auðinn. En Finnbogi, af hverju er þetta svona? Er þetta vegna þess að verkalýðshreyfingin hefur ekki nógu sterka rödd á móti viðskiptaráði og eitthvað fleira sem hefur enda furðulega stóra rödd? Ég heldur að bæði verið í Silfrinu og Vikulokkurinn núna helgina með einhverja sem að flestu fólki virka bara sem delluhugmyndir. Er það vegna þess að það hefur ekki svona almennt sterka rödd eða er það vegna þess að stjórnmálin hafa fjarlægst eitthvað? Það er nú oft talað að þeir flokkar sem urðu til í verkalýðshreyfingunni á síðustu öld að þeir hafi fjarlægst verkalýðshreyfinguna. Hvað er ástæðan fyrir því að þessi sjónarmið ekki upp á borðinu þegar stjórnvöld að taka ákvarðanir? Þetta er bara algjörlega svona. Sko við stigum, verkalýðshreyfingin, hún steig frá borðinu. Hún skildi þessi mikilvægu hluti sem að verja okkar grunnstöðu bæði á vinnumarkaði og bara grunnframfærslu heimilanna. Hún skildi það bara eftir hjá pólitíkusunum án þess að ætla að vera með puttan á púlsunum sjálf. Við höfum ekki beina aðkomu að þessum málum. Og þegar maður hefur rætt við kollegana á Norðurlöndunum þá eru þeir bara að kjaft bit í raun og veru yfir þessu, að við skildum hafa stigið þetta skref. Að bara segja skil við stjórnmálin, ætlið þið virkilega ekki að hafa neina áhrifin á Alþingi. Við bara sögðum blessuð þetta og við höfum bara snúið okkur að þessu aftur. Það er bara sýnt sig í gegnum tíðina að við erum bara á rangri leið þarna og stjórnmálaflokkarnir sem hafa stundum kennt sig við það að vilja svona á tildögum tala með verkafólki í landinu eða vinnandi stéttum að þeir eru bara ekki í samtalinu, því miður. Ragnar, þú lagði hreint og beint til í miðstjórn Alþýðusambandsins að verkalýðshreyfingin skoðaði framboð til þings, þannig að hljómar það eins og Finnbogi sé að taka undir þær kröfur. Já, ég held að hugmyndin fyrst og fremst var það að taka þessar miklu breytingar sem átt sér stað innan verkalýðshreyfingarinnar, reyna að taka þar lengra, þar sem að við höfum ekki séð neina breytingar á því stjórnvaldi sem að við höfum verið hér með síðustu áratugi, þar sem að öllu er lofað fögru fyrir kosningar og svo allt annað gert. Við viljum fá gjaldfrjálsa, okkur er lofað gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu en
við sjáum örmagna heilbrigðisstarfsfólk og sjúkling út á göngum og fáum vegatolla og lækkun veiðigjalda sem einhver algjör forgangsmál. Þetta bara orðið svo þreytandi og þetta orðið svo mikil della að við, ef okkur tókst að koma þessum breytingum inn í verkalýðshreyfinguna, þar sem var skýr krafa okkar félagsmanna bara almennings breytingar, að þá datt mér í huga að kanna hvort það væri hægt að taka það eitthvað lengra, sem fólki fannst þetta áhugaverð hugmynd, sérstaklega í ljósi þess að verkalýðshreyfingin hafði mjög sterka pólitíska tengingu hér áður fyrr, en það einfaldlega fékkst ekki stuðningur við þessa hugmyndafræði og fólk vildi fara aðrar leiðir. Ég held að þannig að sú hugmyndir í sjálfu sér full reynd. Það einfaldlega ekki samstaða innan hreyfingarinnar að fara slíka leið. Hins vegar held ég að það liggi alveg hlutarins eðli að hreyfingin á að geta samtvinna sínar skoðanir með öðrum framboðum sem að fara að bjóða núna fram til alþingiskosninga, að við eigum að geta unnið með framboðum eða annarri hugmyndafræði, eða parað okkar hugmyndafræði við aðra sem að hafa verið að tala í sömu línu við og reynt að hvetja þá okkar félagsmann til þess að virkja sín atkvæði til þess að ná fram raunverulegum breytingum sem við höfum sannarlega sýnt fram á í verkalýðshreyfinguna að sé hægt að ná fram. Vegna þess að þetta ástand, þetta dekur, milljarðamæringa dekur eins og varðandi auðlindirnar okkar og endalaust af atriðum sem hægt að telja hér upp og allir vita. Skattaskjólin, þetta eru langir listar sem að stjórnvöld ríkjandi öfl hafa bara hverju sinni, hafa bara ekki náð að einhvern veginn fanga og breyta og koma í veg fyrir að fá að þrífast í íslensku samfélagi og þannig eykst þessi gríðarlega misskipting og þessi óánægja og þetta gríðarlega vantraust á stjórnmálin sem er mjög djúpst þetta vantraust. Við náðum að snúa þessu vantrausti á verkalýðshreyfinguna við, þar sem Alþýðusambandið hefur verið að mælast í sjálfu sér í hæstu hæðum í trausti eftir að hafa skrapað botninn. Þannig að þetta er hægt en þetta er ekkert létt verk, en það þarf að finna sannarlega einhverja leiðir. Nú segja menn að við lifum fordæmalausa tíma og það sem var óhugsandi fyrir viku síðan þykir núna sjálfsagður hlutur. Þér hefur ekki dottið í huga bara að flytja þessa tillögu aftur og það séu einhverja breytta forsendur, þú leggst það ekki í stöðuna? Nei, sjálfs sér ekki. Ég tel mikilvægara núna til dæmis að við erum búin að vera að lifa fordæmalausa tíma áður. Við farið í gegnum bankahrunið til dæmis sem var gríðarlegur skellur. Þar var í sjálfu sér heimilunum látið blæða hægt og rólega út, bæði út af stökkbreytingu skulda, út af því að verðtrygging var ekki fryst og sömuleiðis að fólk var skilið eftir varnarlaust gagnvart fjármálafyrirtækjum. Það sem að lögfræði herir ofsóttu fólk árum saman til þess að hafa því aleiguna með tilheyrandi skaða sem aldrei verður metin til fjár. Þetta fólk hefur síðan verið að koma inn á sjúkrasjóði stéttarfélaganna, örmagnað af þeirri streitu sem fylgir því að vera í framfærslu eða búsetu óöryggi árum saman. Þessi mistök virðast vera því miður að endurtaka sig núna, að við náum ekki sem hreyfing eða stjórnvöld að slá skjaldborg utan þessar grunnstóðir okkar félagsmanna og heimila landsmanna. Og ég hef bara verulegar áhyggjur af því að þó við séum að horfa á fordæmalausar aðstæður að mörgu leyti, að þá eru mörg atriði sem að sannarlega eru ekki fordæmalaus og við hefðum átt að læra af reynslunni og setja varnaglana strax þar sem að þeir sannarlega brugðust síðast þegar hagkerfið okkar fór á hliðina. Védís, þú varst varaformaður SFR fyrir nokkru síðan. Já. Ert svona, býst ég við, bara klassískur verkalýðssinni. Finnst þér vont að sjá svona verkalýðshreyfinguna og kannski stjórnmálin að sé ekki betri samband þar á milli, að verkalýðshreyfingunni tekist ekki að beita sér að afli raunverulega inn á hinum svona opinbera vettvangi, inn á þingi og í sveitarstjórnum? Já, mér finnst það mjög slæmt.
Það líka það að það einhvern veginn eftir að verkalýðshreyfingin steig út úr stjórnmálunum og ákvað að verða bara einhver svona teknokratískur, ég veit ekki hvað maður á að kalla það, hópur af fólki, að þá hafa stjórnvöld hægt og rólega með samþykki verkalýðshreyfingarinnar fleytt sko velferðarmálum almennings yfir á verkalýðsfélögin. Þessir stóru sjúkrasjóðir sem að taka við fólki af því að fólk rukkað allhressilega í hinu opinbera heilbrigðiskerfi sem á að vera frítt fyrir okkur, að það er sem sagt verkalýðshreyfingi sem hefur tekið að sér að reyna að halda þessu fólki á floti. Sama má segja virk sem í rauninni að forvígi sko verkalýðshreyfingarna af því að það var gríðarleg nauðsyn og þörf, en hið opinbera og stjórnmálin virðast ekki sjá sér hag í að takast á við þessi verkefni í rauninni nema í gegnum verkalýðshreyfinguna og í rauninni að dömpa þessum velferðarmálum yfir á verkalýðshreyfinguna. Þannig að verkefni verkalýðshreyfinguna er orðin miklu víðtækari heldur en það að vera bara að berjast fyrir réttindum og kjörum félagsmanna sinna, heldur er verkalýðsfélögin að verða einu allsherjar velferðarapparati sem að svo á hinn gerir stjórnvöld einhvern veginn stikkfrí í rauninni þessari vinnu sem að þau eru náttúrulega fyrst og fremst að vera að sjá um. Eins og núna til dæmis bara síðast í örvæntingu og þá stofna verkalýðsfélögin íbúðarbyggingarfélag til þess að byggja yfir fólk sem er í verstu stöðinni. Þetta er náttúrulega eitthvað sem hið opinbera á náttúrulega bara að sjá um, að tryggja fólki heimili og húsnæði. En þessu er einhvern veginn búið að koma yfir á verkalýðshreyfinguna sem að náttúrulega þá dreifir kröftum hennar þá ennþá meira og þau hafi ennþá fleiri horn að líta. En mér fannst þetta, ég var tíma, þegar ég var í forvíðisveit SFR, þá var ég formaður sjúkrasjóðsins og það var bara alveg hræðilegt. Þau mál sem við vorum að fá þar inn á borð, sem að auðvitað hefðu átt að vera í öryggisneti hins opinbera. Þannig að mér finnst þetta líka vera sko, eitthvað sem að þarf að snúa við. Þetta er bara hlutverk hins opinbera er að tryggja velferð almennings. Það á ekki að vera hlutverk félagasamtaka út í bæ í rauninni. Finnbogi, þetta er svona greining á viðbrögðum verkalýðshreyfingarinnar við nýfrjálshyggjunni. Henni tekst ekki að verjast niðurbroti nýfrjálshyggjunnar á hinu opinbera velferðarkerfi og svo í svona nauðvörn semur það við atvinnurekendur að byggja upp svona styrkja sjúkrasjóðina, búa til virk, að reyna að grípa þeim sem að, eins og Védís segir, sem að svona betra samfélagi ættur umverulega bara að vera innan öryggisnets hins opinbera. Já, við erum í raun og veru komin bara öld aftur í tíman. Þetta er nákvæmlega sama staða og var uppi kringum 1920. Og hvað gerðu verkalýðsfélögin þá? Þau fóru að gera sig gildandi og stærstu sigrar verkalýðshreyfingarinnar kom í framhaldinu. Það var bygging verkamannabústaða, sjúkratryggingar, almannatryggingar, atvinnuleysistryggingasjóður, orlofssjóður, lífeyrissjóður. Þetta er allt byggt upp af verkalýðshreyfingu sem var orðin beintengd inn á Alþingi, stjórnaði meira að segja hlutaði stjórnaði dómsmálum á Íslandi. Og það sem hefur gerst núna og er ástæðan fyrir því, eins og Védís bendir á, að við erum komin í fangið, kannski óumbeðið, við sjáum neyðina. Við kunnum kannski leiðum til þess að gera þetta, en okkur vantar áhrifin til þess að geta fylgt í eftir þannig að þetta sé mannsamandi. Þetta er ekki nema að við erum að slökkva elda, við erum að stökkva til, reyna að bjarga hlutunum, en á sama tíma er gengið inn í þessi kerfi og grunnhugsunin er mólun niður, hún er skemmd, en þetta gagnast ekki eins vel. Ég vil ekki meina endilega að kröftum okkar sé þá sóað eða þeim fari annað heldur en þeir eiga að vera að gera. Ég vil meina við höfum bara að styrkja okkur enn frekar og við höfum bara farið þessa beintengingu og bara sækja það afl sem við erum í raun og veru á íslenskum vinnumarkaði og íslensku samfélagi. Við eigum ekki að gefa þetta eftir svona tegund og hljóðalaust og það að það hefði ekki gengið upp að menn væri ekki tilbúnir innan miðstjórnar Alþýðusambandsins að fara af stað. Það er bara allt annar handleikur. Verkalýðshreyfingin hún þarf bara að stíga fram sem ein heild og ekki bara Alþýðusamband. Þetta er bara öll verkalýðshreyfingin á Íslandi. Og mennur BSRB og... Já, ég er að tala um það. Við þurfum bara að tala einni sterkri rödd.
þannig verða sigrarnir sóttir. Það er ekkert hægt En hvað er það að tala um? Er það að tala um bara sama og var í upphafi Alþýðusambandsins að Alþýðusambandið og Alþýðuflokkurinn væri í sami hlutinu? Ég er ekkert endilega að tala um það. Það eru breyttir tímar og við hljótum að gera eitthvað annað heldur en var gert þá. En það virkaði þegar allir stóðu saman að þessu. Hvernig sér þú þetta fyrir þér? Við erum bara sterkari þannig. Hvernig sér þú þetta fyrir þér, Ragnar? Hvernig getur verkalýðshreyfingin byggt upp afl sem að getur haft áhrif á landsmannum? Ég held að það sé fyrst og fremst gert með því að byggja upp í sjálfu sér kröfugerð eða eins og við gerum iðulega á þingum Alþýðusambandsins, að við birtum stefnur Alþýðusambandsins á þessum sameiginlega grunni í hinum ýmsu málum, í varðandi heilbrigðismálin, grunnþjónustuna og afkomu okkar einstaklinga, velferð og hagsmuni. Húsnæðismálin, við erum með stefnur þar. Ég sé fyrir mér eins og staðan er í dag að verkalýðshreyfingin er augljóslega ekki að fara að bjóða fram. En hún á að geta parað sig við stjórnmálaöfl önnur sem að er að para sig við stefnu Alþýðusambandsins. Og síðan er það okkar að mælast til þess að félagar okkar, ef þeir eru sáttir við þessa stefnu og þessar áherslur, og verkalýðshreyfingin það myndar einhvers konar bandalag eða traust á milli framboðs eða flokks sem er að bjóða fram, að þar geti fólk hengt sína jakka á þá snaga. Þannig að ég sé að það sé fyrir mér að það sé leiðin eða næstu skref eins og staðan er í dag, að hreyfingin er ennþá of sundurleið til þess að geta komið sér saman að bjóða sérstaklega fram. Þannig að ég sé þetta sem svona lausnin að því, en við þurfum og verðum að taka þessa baráttu mun lengra heldur við höfum gert, vegna þess að það er alveg sama hverju er stillt upp fyrir framan kjósendur, að það einhvern veginn virðist vera mjög ólíklegt að það sé hægt að brjóta þetta 3 fjórflokkakerfi í sundur sem að aftur tryggir alltaf sömu stöðnunina og stöðnun fylgir og aðgerðarleysinu, meðvituð aðgerðarleysi fylgir náttúrulega ákveðin múr og skjaldborg utan ríkjandi valdastrúktúr og öfl í okkar samfélagi sem að hafa einhvern veginn náða að blóðmjólka bæði heilbrigðiskerfur og grunnstöðuna þannig að það er eiga að því leveli að það er nánast þurfa að reiða sig á gjafir til þess að fá tæki til þess að geta veitt heilbrigðisþjónustu. Það þarf að gefa öndunarvélar, það þarf að gefa þetta og hitt, þannig að fólk, þetta er svona ölmusukerfi einhvern veginn að verða. Þannig að við þurfum, ef við ætlum að snúa þessu við, þá þurfum við einhvern veginn róttækari lausnir og þetta er held ég leiðin, eina sýnilega lausnin og leiðin sem ég sé í stöðunni eins og meir í dag. Ég velti fyrir mér með þingmenn sem eru kosnir, allir með góðum vilja og á hverju að það byrja svona fljótlega raunverulega eins og þessu frekar að þjóna kerfinu sem fyrir heldur en almenningi sem að kausa. Og þá hugsa ég svona eins og Finnbogi, þá hugsa maður lengra aftur og það er ekki svo langt síðan að á þingi voru menn og konur sem að litu einfaldlega á sig sem fulltrúa launafólks, fulltrúa verkalýðsins og töluðu alltaf þannig úr pontu, ekki það hvaða skoðanir það hafði á hlutunum eða hvað því fannst, heldur talaði bara í krafti þeirra sem hafðu fleytt inn á þing sem voru verkalýðshreyfingin, stundum forsetar Alþýðusambandsins sátu á þingi alveg upp að 1980. Myndi þetta styrkja þingið, svo ég sleppi nú að hvort þetta myndi styrkja verkalýðshreyfinguna, myndi ekki styrkja þingið vetis, ef þar inni væri fleira fólk sem stæði með annan eða báða fæturnar inn í einhverju almanna hreyfingu en ekki bara væri hluti af tiltölulega þröngri klíku, forystuklíku í flokkum sem hafa kannski ekki svo mikla rætur út í samfélagi. Alveg klárlega, sko. Það er náttúrulega, kannski hefur verið pínu galli á þinginu núna í allmörg ár að þetta er tiltölulega einsleitur hópur sem að situr þar inni, svona bakgrunnslega séð. Það er svona einn og einn utanaðkomandi
Ég held að hafi verið talið að það hafi verið, ég man ekki, helmingurinn lögfræðimenntaður og þar fram til göttunum. Þetta er mjög einsleitur bakgrunnur á mjög mörgum. Þetta er mikið fólk sem er alið upp í flokkunum sem að það á að vera presenterast fyrir. Það er búið að þjálfa það í þessum flokksaga hver sem hann er. Og niðurstaðan er svo að það kemur alltaf sama fólkið í rauninni þó að verði ykkur umskipt á nöfnum og andlitum og þá er þetta samt að stórum hluta sama fólkið sem er inn á þingi. Með einstaka undantekningum auðvitað, en það er, maður mann bara eftir sjálfur þegar maður var unglingur að það voru oft svona ansi litskrúðir karakterar inn á þingi sem að komu úr alls konar, voru búin að prófa alls konar, höfðu unnið við alls konar. Það voru sjómenn og það var verkafólk og fólk sem kom héðan og þaðan úr samfélaginu. Núna er þetta svolítið mikið einsleitur bakgrunnur, finnst mér. En þetta með, nú myndum að halda það að starfina verkalýðshreyfinganna væri svakalega gott uppeldi í pólitík, því það er meira en að segja það að vera í forsvari fyrir mjög stóran hóp fólks. Maður lærir mjög fljótlega á því hvernig svona félag virkar og hvernig er að þjóna stórum hópum. Það er ekkert svo langt síðan að meira segja Sjálfstæðisflokkurinn, hann taldi það að vera ómögulegt annað en að vera með fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar á sínum lista. Ég man þegar að Pétur Sigurðsson tapaði í prófkjöri, held ég 1979 eða 80 eitthvað það leyti, að þá steig Ellert B. Schram upp og bauð honum sæti því að Ellerti fannst óhugsandi að vera að bjóða fram lista sjálfstæðismanna án þess að fulltrúi sjómanna væru þar á listanum. Forystufólk í VR var alltaf í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn, bæði á þingi og í borg, alveg fram að aldamótum held ég. Er þetta eitthvað svona sem þú líka tala um, Finnbogi, að það vanti bara meiri reynslu og svona meiri þjónustu við almenning inn á þing? Já, það er bara það sem við erum búin að vera að ræða hérna saman. Það er samtalið, brúin og milli þessara ólíku hópa, hana skortir. Og klárlega eins og Védís bendir svona skemmtilega á. Fólk, það er búið að móta það. Það kemur ekki með kannski sinn karakter og þá reynslu sem það hafði. Það hefur bara ákveðna menntun, það er búið að fara í gegnum svona hálfgerðar þjálfunarbúðir, kemur bara þannig inn. Þú ert ekki með þessa rödd starfsmannsins og planinu, líkum við að segja. Hún heyrist ekki þarna inni. Þú bara finnur hann ekki í þessu samtölu. Og þegar sem maður segir, þegar þeir voru í kjördæma heimsóknum, getur við sagt, þingmennirnir, þá komur og stundum við á skrifstofu verkalýðsfélaganna og tóku svona spjallið og jafnvel að þingflokkarnir voru svona aðeins að taka púlsinn. Það er bara komin, að alla mætir kjaftu lengur til þess að taka púlsinn. Ertu að segja satt að þegar þingmenn kom til þess að vera að koma þér ekki inn á verkalýðsfélagið að fá sér kaffi? Nei. Þetta er bara búið að vera. Ég held reyndar í kringum alþingiskosningarnar síðustu að þá kíkti nú reyndar einn við og ég var því miður upptekinn annar staðar á svæðinu. Við erum með stórt svæði, það er allir Vestfirðir undir, þannig ég var bara ekki á staðnum. En þar áður að þá höfðu liðið líka dálítið tími, bara kosningarnar, já, það var sennilega bara kosningarnar 2009. Þannig að þetta er orðið alveg ótrúlega sjaldgæft að það er dett inn. Samt þeir nú með fundið svona reglulega í kjördæmunum og svolítið Ég var að leika mér að daginn að hringja svona bara út í loftið og tala við fólk svona stjórnmálin til þess að reyna að átta mig á þessu vantraust á stjórnmálunum sem að þið hafa verið að lýsa. Og mín tilfinning var að svona 80% af Íslendingum er með djúp vonbrigði, með djúp svik, tilfinningu fyrir svikum gagnvart stjórnmálunum, en er rampólitískt. En að því að þú varst að tala um þetta að kom ekki við á verkalýðsfélaginu, að þá talaði við bændur og það voru 3 sem að sögðu það eru bara mörg ár, jáfnvel áratugi sem ég hef séð Framsóknarmann. Og það er svona dæmi annan flokk sem að kannski er að missa ræturnar við sína gömlu grassrút. En Ragnar, fyrir svona 30-40 árum að þá satt forverið þinn á þingi,
forveri Sólveigar Önnu var líka á þingi, forveri Drífu forseta SÍ var líka á þingi og þar fram eftir götunum. Hvað klikkaði? Klikkaði verkalýðshreyfingin, klikkuðu stjórnmálin eða urðu þið bara undir einhvern veginn í svona bara einhverju tísku sveiflu tímans? Ég held þetta sé tvíeggja sverð að það mjög gott að geta verið aðhaldið líka. Ég held að svona flokkspólitísk tengsl Alþýðusambandsins hafi verið allavega mjög neikvæð fyrir verkalýðshreyfinguna og trúverðugleika hennar. Í einhverjum tilfellum getur þetta verið gott, en þetta mjög vandmeðfarið. Við sjáum það til dæmis eins og á Norðurlöndunum og í Skandinavíu þar sem að verkalýðshreyfingin með mjög sterk tengsl inn í pólitíkina og jafnvel bara að bjóða fram, svo í Svíþjóð held ég, en þar til dæmis félagsaðild að stéttarfélögum nánast í frjálsu falli. Ég held að okkur svona almennt séð að þá sé mjög gott fyrir verkalýðshreyfinguna að vera pólitíska. Það líka mjög gott fyrir hann að geta verið fyrir utan og verið mjög svona, sýnt mjög mikið aðhald, eins og þú kallaði nú sjálfur, að vera stjórnarandstaðan, að við höfum mjög mikið vægi, við höfum þar af leiðandi kannski svona meiri trúverðugleika í að vera svona að setja okkur ekki í pólitískar stöður af því að við erum pólitískt tengd og erum kannski tengd stjórnarandstöðunni og þá erum við meira í stríði við ríkjandi öfl og öfugt förum í einhvern ægilegan varnargír eins og gerist hérna til dæmis í eftirmálum hrunsins þegar að verkalýðshreyfingin nánast tók 2 skref aftur vegna þess að flokkurinn hennar var við stjórnvölinn og þá einhvern veginn datt allt púðrið úr verkalýðshreyfingunni. Þannig að þetta alveg tvíeggja sverð og þetta mjög vandmeðfarið. Það sem ég kannski var meira að tala að verkalýðshreyfingin færi fram var meira kannski í formi ákveðinnar nauðvarnar vegna þess að okkur hefur ekki tekist að komast út úr eða náð raunverulegum árangri í að breyta einhverju í okkar samfélagi til meira sanngirnis og til þess betra fyrir heildina. Og við sáum til dæmis, horfðum upp á Jóhönnu Sigurðardóttur sem var mikill andstæðingur verðtryggingarinnar og mikil baráttukona fyrir því að hún tekin úr sambandið afnumin með einu öðrum hætti. Hún átti bara við ofjarlega etja, þótt hún væri efst í brúnni, forsætisráðherra. Sömuleiðis sáum við hvernig fór fyrir Lilju Mósesdóttur sem var með til dæmis lyklafrumvarpið sem hefði bjargað ansi miklu hérna eftir hrun og eftirmálum hrunsins. Sjáum Ögmund Jónasson sem sagði af sér ráðherramennsku. Þetta voru allt hugsjónafólk sem var þarna inni og einhvern veginn þó þau kæmust næst stjórnartaumunum að þá virðist vera mjög lítið pláss fyrir hugsjónafólk. Hvort sem þetta sé svona innmúrað inn í stjórnkerfið að ekkert megi gera sem breytir ákveðnu strúktúr í okkar samfélagi, að mótstaðan sé einfaldlega bara mikil fyrir einstaka hugsjónamann til þess að geta náð einhverjum árangri. Við sjáum bara til dæmis Pétur Blöndal heitinn, mikil hugsjónamaður og ég var nú ekki alltaf sammála Pétri langt í frá, en hann vann nú kosningarnar fyrir sjálfstæðismenn nánast einn síns liðs á sínum tíma, en aldrei kom hann til greina sem ráðherra, hann bara hugsaði of öðruvísi og svona mætti lengi telja. Ég meina, og við erum með fólk sem að tala fyrir ákveðna hópa, sjáu þið Guðmund og Ingu Sæland sem hafa verið mjög ötulegt talsmenn fyrir öryrkja og þá sem höllum fæti standa og eldri borgara, en þetta nær ekki nægilega langt til þess að við einhvern veginn náum að brjótast út úr þessu og það þarf bara eitthvað meira. Ég veit ekki kannski, ég var ekki með lausnina, en það þarf eitthvað meira heldur en einstaka ný framboð. Það þarf bara einhverja viðhorfsbreytingu hjá fólkinu í landinu til þess að sjá valkostina, treysta nýju fólki. Védís, á móti þeirri
viðhorfsbreytingu. Þar eru hagsmuna samtök allra stærstu fyrirtækja, allra stærstu eigenda, allra stærstu fyrirtækjana og fjármagnseigenda, viðskiptaráð og SA. Það ekki svona barlómurinn að þau hafi ekki nógu stórt gjallarót, því að þau eiginlega vaða upp í allstar í umræðinni, og þó að verkalýðshreyfingi sé lýðræðislegt fyrirbrigði þar sem að hver maður hefur eitt atkvæði og byggir sig upp þannig að þá eru þetta viðskiptaráð og samtök atvinnulífs ekki lýðræðislega fyrirbrigði. Þar ræður sá mestu sem að borgar mest og ef við tökum til þess að LIU eða SFS eins og heitir í dag, að þar meirihlutin í stjórninni, það eru fyrirtæki sem að fara með 52% af kvótanum, þannig að þessum samtökum stjórnarlega allra stærstu eigendurnir, og það á sama við SA og víða. Þrátt fyrir það að þarna séu samtök sem eru raunverulega að tala kannski bara máli, eins og í tilfelli SF bara 10-12 fjölskyldna, í samtökum atvinnulífsins kannski 100 ríkustu manna á Íslandi, að þá tala við þetta fólk eða þessi samtök eins og þau séu bara stjórnsýslan eða ríkisstjórnin og miklu frekar heldur en verkalýðshreyfinguna. Það tala við þessi samtök allt sem að skiptir máli í umræðunni, á meðan að kannski kalla í drífu til þess að ræða sérstaklega svona vinnuréttarleg málefni. Þessi ótrúlega halli í umræðunni, hann óeðlilegur. Jú, hann mjög óeðlilegur. Og það sko, hvað maður að segja, það ég veit ekki hvort þetta spurningum að þeir hafi svona mikinn pening að þeir komist alls staðar inn, hvort þeir séu búin að kaupa sig inn í allar útvarps- og sjónvarpsstöðvar landsins eða hvernig þetta en það náttúrulega mjög sérstakt að framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins fái drottningarviðtöl í Kastljósi hvað eftir annað og sé jafnvel að ræða mál og við fólk sem að kemur honum í sjálfu sér ekkert við, sko, og fenginn í það mál. Þannig að það náttúrulega bara mjög sérstakt. Ég eiginlega veit ekki hvernig stendur á þessu en að einhverjum orsökum þá þykir fínt að fá þetta fólk í viðtöl og þau hafa ótrúlega stórt plattform, svona miðað við, allt og allt. Það kannski ástæðan fyrir því að við erum komin á þennan stað sem við erum komin, að þau hafa fengið allt og stórt plattform í allt og langan tíma. Ég ætla að fá að hafa þetta sem loka orðina því að við erum komið fram með tímann og að þessi samstöðin að sömuleyti svar við það hversu einhæf fréttaflutningur meginstraums fjölmiðlanna þannig að við erum að reyna að halda hér umræðu þar sem að koma fleiri sjónarmið upp. Ég með þennan þátt sem að heitir Rauðaborðið, hann klukkan 8 öll kvöld vikunar. Sigurjón Magnús Egilsson með morgunþátt hérna sem byrjar klukkan 9:30, hann heitir Morgunþáttur miðjunnar, hann verður hérna í fyrramálið. Í dag byrjaði nýr þáttur hérna sem heitir Öryggisráðið, þar sem að öryrkjar ræða saman sína stöðu í samfélaginu, ekki síst bara út af sjúkdómnum og þeim tekju afkomu ótta sem að hann vekur með þeim og sjúkdómsótta. María Pétursdóttir og Ásta Dís Guðjónsdóttir sjáum þann þátt og svo hann klukkan 3 og svo á morgun byrja nýr þáttur klukkan 5 sem heitir Hinn Reykjavík. Það Daníel Örn Arnarsson, varaborgarfulltrúi sósíalista og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem sjáum hann og þau ætla að reyna að varpa ljósi á stöðu þeirra sem að búa í Reykjavík og eru kannski ekki meðal þeirra sem að hafa aldrei haft það eins gott. Þau eru aldrei eins vel búin undir kreppuna eins og stjórnvöld vilja svolítið halda á lofti í svona hinni almennu umræðu. Þannig það nóg að gera á þessari sjónvarpsstöð sem ekki var til hérna áður en koronaveiran kom og vonandi mun eflast á meðan að á koronafaraldrinum varir og kannski verður eitthvað úr þessu þegar að honum linnir loks. En ég þakka fyrir í kvöld og hvet ykkur til þess að fylgjast með á Samstöðin heitir það á Facebook, við erum líka á YouTube og það á að vera bjalla hérna einhvers staðar ofarlega í rammanum ykkar. Ef þið ítið á hana þá fáið þið svona viðvörun það þegar við byrjum að senda næst. En ég þakka ykkur fyrir í kvöld og ég þakka gestum mínum kærlega fyrir, Finnbogi Sveinbjörnsson, Ragnar Þór Ingólfsson og Védís Guðjónsdóttir. Takk fyrir í kvöld.